Í þessu dæmi þá vorum við að kanna samband þess hversu gaman nemandi finnst í stærðfræði og hvort þau spila á hljóðfæri. Og hér má sjá fermingarsummu töfluna úr þessu dæmi. Til þess að kanna hvort það sé raun og veru einhver munur á því hversu gaman nemandi finnst í stærðfræði eftir hvort þau spila á hljóðfæri eða ekki, þá þurfum við að reikna út prófstærð byggða á fermingarsummu töflunni. Og þessi prófstærð einfaldlega fengið með því að finna hlutfall þessara tveggja fermingarsumma. Prófstærðin okkar er þá 5174,8272 deilt með 775,1523. Og þessi prófstærð, þetta er þá 6,6759. Þessa prófstærð þurfum við svo að bera saman við viðeigandi gildi í töflu fyrir eftirreikninguna. Og eftirreikningin er svolítið sérstök og hún er með tvær frígráður sem við þurfum að bera saman við. Og það er þessar tvær frígráður sem við lesum hér. Þannig að við þurfum að bera saman við prófstærðina f, eða viðmiðunarstærðina fyrir f, sem er með 2 og 624 frígráður. Þetta getur við annaðhvort flett upp í einhverju tölfræðibúnaði eða upp í töflunni. Og næsta gildi er 3,0102. Og svo berum við saman gildi sem við reiknum við gildi sem við reiknum upp í töflu. Og þar sem að gildi sem við reiknum er stærra en gildi sem við reiknum í töflunni, þá getum við hafnað 0 til gátunni og þá getum við fullyrt að það sé munur á því hversu gaman nemandi finnst í stærðfræði eftir hvort þeir hafa spilað á hljóðfæri eða ekki.